Til að svara því kalli setjast þeir Árni og Páll niður hér á Kirkjubæjarklaustri haustið 1704 og semja álitsgerð sem svo afdráttarlaus að furðu gegnir. Í stuttu máli hafa þeir komist að raunum að eigna- og embættismannastéttin íslenska sé að slíga alþýðu þessa lands með óréttmætum álögum. Kóngurinn á 16% alls lands, kirkjan 32%, hin 52% eru í eigu örfára stóringnamanna, en þjóðin eins og hún leggur sig leigulíðar sem hokra á kotum þar sem ekkert má út að bera ef ekki á að fara verra en illa. Það engin miskunn ef menn standi ekki í skilum. Bóndanum hér á Skúfslæk í Flóa sem var í eigu Skálholts var það á að andast frá ólókinni leigu og handrukkarar biskups létu greipar sópa dánarbúið, allt frá hrossi niður í ólar, reipi, ístöð, orf og ullarlagða. Og svo var annað, leiguliðin leigði ekki einasta jörðina heldur bústofnin einnig að hluta og í sumum tilfellum allan og greiddi síðan á honum leigur til viðbótar við landskuldina. Nú drafst einhver skepnan á þess að önnur kem í staðinn og þá var leiguliðanum gert að greiða af hinum dauða grip einnig. Árni úrskurðar að þessi verðtrygging sé ólögmæt. Og fleira aðfinnsluvert, til dæmis hvers konar kvaðir á leiguliðanum, svo sem á sjávarjörðum, þar sem honum skylt að róa á bátum landeigandans. Þannig var Albert Ásgeirsson, sem húðstrýktur var á Bessastöðum fyrir að hafa neitað að róa á bátum kóngsins yfir vertíðina. Nú hljómar hýðing kannski sakleysislega í eyrum nútímamanna, þeir sjá fyrir sér flengingu í harðari kantinum, en í dómum tekið fram húðlátsrefsing sem næst lífi gangi. Þess voru dæmi að fórnarlambi ris ekki upp að aflokinni hýðingu. Fyrstu 4-5 slögin sviptu húðinni af bakinu og þau sem á eftir komu grófu sig inn í holdið. Böðullinn og ólinn voru útötuð í blóði. Eitt erinda Árna var að taka við umkvörtunum almennings vegna rangsleitni í verslunarfyrirkomulaginu. Verslun ekkert smá mál á 18. öld. Kóngurinn lítur á landi sem sína eign og allt sem því tilheyrir, meðal annars sjávaraflan í hafinu umhverfis. En eignin svo stór að honum megn að standa manna vörð, ekki síst með tillit til fjarlægðarinnar frá Danmörku til Íslands. Strax á 15. öld taka englendingar og þjóðverjar og hollendingar að sigla hingað upp til veiða og viðskipta við landsmenn. Það jafnvel talað ensku öldina og þýsku öldina þegar umsvið þessara þjóða voru svo mikil að þau komu sér upp aðstöð í landi, reistu vöruskemmur og jafnvel kirkju. Danakonungur hefur ekki bolmagn til að stemma stigu við þessum ágangi. Nó það nú erfitt í dag með landhelgisgæslu, varðskipum og þyrlum. Handhægara að refsa viðskiptavinunum, banna með lögum að versla við útlendinga og koma á fyrirkomulagi þar sem aðeins valdir gæðingar úr Danaveldi máttu sigla til landsins og hafa viðskipti við landsmenn. Einokunarverslun. Þar með geta kaupmenn ráði sjálfir hvað þeir greiða fyrir vöru og þjónustu landsmanna. Til hægðarauka skipta þeir landinu upp í umdæmi. Hvert einasta bíl á landinu var skuldbundið til að versla við tiltekna höfn og þung viðurlög ef út af var brugðið. Þannig var Hólmfastur Guðmundsson látinn sæta 16 vandarhöggum árið 1699 fyrir að hafa selt 10 ísur og 3 löngur hér í Keflavík en ekki í Hafnarfirði. Sæju Reyknesingar í anda að þeir yrðu flengdir opinberlega fyrir að versla í fjarðakaupum og Hafnfirðingar sömuleiðis sem yrðu staðnir að því að taka bensín í Reykjanesbæ.